Góðan daginn, ég heiti Bjarnhéðinn Og ég heiti Þorgeir. og við völdum bókina Henry og hetjurnar eftir Þorgrím Þráinsson. Hún kom út árið 2016 og var gefð út af Forlaginu. Þorgrímur Þráinsson fæddist 1959 og þekktur fótboltamaður, blaðamaður og barna- og unglingabókahöfundur. Hann hefur fengið íslensku barnabókaverðlaunin tvisvar, annars vegar fyrir bókina Margt býr í myrkrinu og hins vegar Ertu Guðafi, og hefur einnig fengið bókaverðlaun barnanna þegar bókin hans 009 var kosin besta bók ársins. En líklegast mikilvægast fyrir þessa bók árið 2016 var hann þjálfari hjá íslenska landsliðinu í fótbolta. Sagan beint að börnum á aldrinum 7 til 15 og sagan sögð í þriðju persónu. Sögumaðurinn hefur takmarkað vitneskju en hann heldur sig við sjónarhorn Henrys sjálfs að mestu. Þó kemur hann við í höfði einhverja leikmanna íslenska landsliðsins eins og í byrjun bókarinnar og þegar Henry flýr. Henry ungur munaðarlaus táningur sem vinnur á hótel í Frakklandi. Eina nóttina verður hann fyrir rútu íslenska landsliðsins í fótbolta og hann verður svo hræddur að hann flýr á brott, en daginn eftir hittar hann landsliðsmennina á hótelinu sem hann vinnur á, en þeir þekkjast ekkert hvort annan. Henry stelur úrum landsliðsmanna en það kemst upp hann og þeir síðan fyrirgefa honum. Og Henry býr hjá stjúpmóður sinni, Soffíu, en móðir hans lést í eldsvoða. Landsliðið býður síðan Henry á að vera lukkudýr landsliðsins vegna þess að landsliðsmönnum fannst hann svo skemmtilegur. Þegar liðið fer síðan að keppa við Portugal þá stelst Henry með þeim til að fara að hitta hetjuna sína Ronaldo, en hann mikill aðdáandi hans og verður mjög glaður að hitta hann. Þegar landsliðið keppir við Frakkland úrslitaleikinn getur Henry ekki verið með vegna veikinda af Soffíu. Eftir að landsliðið vinnur keppnina kemur í ljós að Soffía, fósturmamma Henrys, látin. Þannig að í sorgarkasti fer hann og syndir yfir stórt vatn. Landsliðsmennirnir synda eftir honum og bjarga honum frá því að drukkna og í lok sögunnar kemst Henry í öruggt skjól hjá vini sínum Gautier í fósturfjölskyldu. Helstu persónurnar Henry, sem franskur munaðarleysingi. Hann sprækur og klókur og hann gerir blekkt fólk og laumast. Hann gerir það stundum við íslenska landliðið. Íslenska landliðið vinalegir og kurteisir. Flestir góðir við vinir hjá Henry og Raggi og Henry miklir vinir og ná að mynda sterk tengsl út í söguna. Já, og sagan gerist í Frakklandi og flökkuðu svolítið á milli borga þar sem að þeir fari á nokkra fótboltaleiki í mismunandi borgum Frakklands. Henry býr í ómerkilegum kofa með Soffíu en eyðir mikið af tímanum sínum á hótelinu þar sem hann fær að vinna. Og þó við sjáum það ekki hann í skóla því að frönsku yfirvöldin alltaf að tala einkunnarnar hans. Það náttúrulega mikil fótboltamenning í sögunni af því að Henry hefur áhuga á fótbolta og hittu við fótboltalandsliðið, íslenska landsliðið, og þetta mikilvægur hluti bókarinnar þar sem að Henry fær að komast í kynni við fótboltastjörnur og svona fótboltamenningin yfir höfuð svo jákvæð og fólk nær að tengja svo mikið við hana. Sagan gerist í kringum Evrópumeistaramótið í fótbolta og það var árið 2016 í júní og við fylgjum í sögunni svona það bil 2 vikur af því. Sagan að fylgja boðunum 10 í barnabókaskriftum ansi ágætlega, en fylgir sig með því hvernig Henry upplifir hlutina og fylgir sig með honum þar sem hann fær að hafa gaman með íslenska landsliðinu. Sagan náttúrulega mikið fótbolta, svona út af fótboltamenningunni, og því tengja margir krakka við löngun Henrys að hitta fótboltastjörnur eins og Ronaldo, og maður smá glaður fyrir Henry þegar hann fær treyju til gefins frá Ronaldo. Líklegt að íslenska landsliðið sé nákvæmlega
eins og það skrifaði allan að sirka, en það var Þorgrímur hluti af landsliðinu, þannig að persónusköpun þeirra hlýtur að vera ágætt og hefur Henry margar hliðar við sig. Og sagan endar síðan á góðum nótum og fær Henry að búa hjá besta vini sínum eftir að Sophia lætur lífið. Bókin vöndum barnabók en frumleg saga sem gerist í Frakklandi og við fylgjumst með Henry sem þroskast smá í gegnum söguna á meðan hann í kringum landsliðið þar sem hann fær örlítið að segja frá tilfinningum og fortíð sína sem smá sorgleg. Einnig ráðgáta hvert pabbi hans fór og lesandinn látinn pæla í því sjálf. Þó ein gagnrýni að það á endanum þar sem hann virkar mjög hraður og ekki í samræmi við restina af bókinni. Okkur fannst allavega sú ákvörðun að flýja frá yfirvöldum og ætla að synda yfir ána mjög skyndileg og endurinn þar sem Henry fær allt í einu að vera í fóstur hjá mömmu vinar síns einnig mjög skyndilegt. Okkur finnst sem sagt eins og endurinn hefði getað verið aðeins lengri, teygt aðeins úr honum og bæta við aðeins samskiptin milli aðalpersónanna. Okkur fannst allavega sú ákvörðun að flýja frá yfirvöldum og ætla að synda yfir ána mjög skyndileg og endurinn þar sem Henry fær allt í einu að vera í fóstur hjá mömmu vinar síns einnig mjög skyndileg. Okkur finnst sem sagt eins og endurinn hefði getað verið aðeins lengri, teygt aðeins úr honum og bæta við aðeins samskiptin milli aðalpersónanna. Já, okkur finnst sagan ekki verið með neitt rosalega boðskap, en kannski kurteis og traust svona aðalsiðirnir sem maður tekur frá henni. Þar sem að Henry þarf að læra að treysta strákunum í íslenska landsliðinu, eins og til dæmis þegar Henry festir sig upp í tré, þarf hann að treysta á strákana til þess að klifra upp og bera niður, og einnig kurteisi þar sem hann vinnur á hótelinu og þar skiptir kurteisi náttúrulega miklu máli. Henry og hetjurnar vönduð barnabók eftir Þorgrím Þráinsson sem gerist í Frakklandi á tíma Evrópumeistaramótsins í fótbolta. Þar fylgjumst við með Henry og samskiptum hans við íslenska landsliðið og hvernig hann þróast við að vera í kringum þá. Völlur grænn